Góðan daginn og velkomin í þátt númer 101 hér á YouTube-rásin minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er að ég held alveg örugglega 7. desember 2020, frekar en 8. að mánudagur. Kaffi, klukkan rúmlega 8. Búin að skutla grísunum í skólan. Nú í dag er allt þetta hefðbundna, það er klár, verk í vinnslu og hvað er á döfinni og hvað er þetta í pokan og svona. Ég keypti mér ekkert jóladagatal í ár, ég bara einhvern veginn gerði það ekki. Ég ætlaði alveg að gera það en svo bara var það eins og það var. En ég bara er í staðinn að fá mér aðra hluti, þannig að það eru svona smá jóladagatalс upptíningur á eftir. Nú, já það eru hvað? Það eru ekki mánudagur þegar við með okkur síðast hérna, 23. nóvember, held ég. Og ég átti vona á að vera með eitt klárt viðbótar hér ofan í það sem ég ætla að sýna ykkur, en það var Slipstravaganza eftir Stephen West sem ég pröfuprjónaði. Það kom til landsins en ég er ekki búin að ná í það, þannig að það verður örugglega bara með næst. Hlakka geðveikt til að sýna ykkur það og hlakka ennþá meira til að fara að nota það. Það verður eitthvað. Nú, en ég kláraði. Hjónin erum búin að vera að taka svona Harry Potter marathon og nú erum við í jólamyndamarathoni og bara svona, já, reyna að finna ykkur þætti og ykkur svona afþreyingu og þá bara prjónast alveg heill hellingur. Og það sem ég ætla að sýna ykkur næst var ég ekki einu svona byrjuð á þegar við hittumst síðast. Ég veit ekki einu svona hvort ég var heldur byrjuð á hinu sem ég sýna ykkur næst. En þetta er sem sagt peysan Saga án fléttu sem er forsíðuna á lopa 39. Nema ég náttúrulega gera hana ekki úr lopa. Hún er bara svona, það er svolítið þröngt hjá mér uppfyttið, en það þýðir þá bara það að ég var bara að passa mig á konfektinu jólin. Það er alveg má ekki koma 1 sentimeter á viðbót, annars er það ekkert mála að klippa það upp og fella aftur af. En það sem ég notaði, það er á að vera léttlopi hér og álafosslopi í neðri hlutanum. Þetta er sjúklega einfalt og þægilegt að prjóna. Ég notaði Cloud Suri Silk, 74% baby Suri alpakka og 26% Mulberry Silk frá Nora George Yarn sem er bara hvítt og Kid Silk mohair frá Drops í litnum 20. Notaði það sem saman hérna í efri hlutan. Síðan sleppti ég Suriinu og notaði Alice sem ég keypti í Gallerí Snotru. Það var hitt hvítagatni sem ég var með á móti þessu til að ná upp í sama grófleika. Og það er 63% alpakka og 37% polyamid. Þetta er litur 886201 eða bara hvítur. Og það notaði ég í búkinn og ermarnar. Og svo er aftur súrið og kittsilki. Í framan á staðan fyrir stroffið og líka niðri á hér. Líka fitjað upp með því. Þannig að þetta var bara svona 3 daga peysa eiginlega. Ég náttúrulega, var bara og mikið í sófanum í síðustu viku. Það var allt í einu bara þetta allt í dúnalogn. En maður fitjar, ég gerði hluta af þessu með 3,5
og svo 4,5 og svo búkurinn á 8 mm. Þannig að ég geti ímyndað ykkur að þetta var fljótt gert. Og af því ég notaði akkúrat, ætla ég að sjá, ég notaði fjórar hespur upp til agna á Alice. Mér er að þetta byrja pínu fyrir á að prjóna með súríinu. Þú veist, en samt í réttir umferð. En ég notaði þessast 200 gram af, ekki 100 gram, nei 50 gram. Notaði 200 gram af Alice. Þessast 50 gram í hespunni. Cirka 150 metrar í henni. Og svo notaði tæplega 3 ára kittsilkinu sem er, það eru 25 gram í hespuna því og það eru 100 gram í súríinu, ég notaði ekki 50 gram þar. Þannig að hún er mjög létt og þægileg. En það er sérst fattaskipti. Næsta klár er Anchor Summer Shirt eftir Petite Knit. Og þetta er peysa sem ég ætlaði að gera í sumar en var bara að gera núna. Og það er líka alltaf lagi, hún er með móher, þannig að hún er mjög hlý og hún er bara mjög einföld. Mikið af svona sléttu brauði hérna efst sem er svona smáatriði í henni. Og svo bara sléttprjón, stuttarermar, þannig að þetta tók heldur enga stund. Ég man ekki hvort ég var búin að sýna ykkur þessa líka. Hún er bara hérna rétt svona niður, bara svona kósí tilvalin fyrir íslenskt sumar. Gott að vera með hérna móher til að halda sér heitum. Og í þetta notaði ég hérna papíru sem ég fekk líka í Gallerí Snotra sem er frá Fibra Natura og í þessu er 78% bómull og 22% silki. Og það eru 120 metrar í 50 grammanum, þannig að þetta er svona light DK. Gefið fyrir prjónastærð 4 og þetta er litur númer 22905. Jú, ég var eitthvað búin að tala um þetta við ykkur manni í síðustu viku. Eða síðast því tók upp. Og hitt sem ég móherið, það er líka kittsilk eins og í henni peysunni 04 litur. Og svona er það sitt hverju lagi og þetta er náttúrulega, sko þó ég sé hrifin af bleiku þá fannst mér þetta aðeins of baby bleikt, þannig að tilvalið að setja svona aðeins dekkra móher með, þá var það svona mýkra, einhvern veginn finnst mér. Og þetta er líka skotjekk að gera, þannig að já, ég bara hugsa að þetta papíru sé alveg geggjað í svona sumarflíkur og sem sagt, já, maður þarf ekki endilega að setja móherinn með, það var bara svona aðalega upp á litin og líka upp á ná grófleikanum sem ég þurfti svona gefin upp í uppskriftinni. Man hins vegar ekki ákvað prjónast ef ég prjónaði þetta. Ég er alveg bara ferleg, ég er algjör slögs í þessu, ég veit ekki, ég verði eiginlega að fara að uppdata rafverðli hjá mér en þetta er orðið eitthvað svo yfirþyrmandi að gangi það verka, ég veit ekki hvernig það er. Það kemur bara í ljós. Nú, síðan eru hérna, ég sýndi ykkur í síðustu viku þessa jólasokka frá The Cozy Knitter. Það er svona aðventu litur eða jólalitur. Ég held sko hún gaf út, byrjaði að gera þessa jólaremdur 2018. Ég keypti 2018 og 2019 og eins og með margt annað þá fór 2020 fram hjá mér. En þessir eru svona ekstra langir og svo flottar endurnar. Þannig að þeir verða bara svona scrunched niður. Og þetta er náttúrulega allt eftir á að því ég prjónaði þetta túpuna á sokkaprjónavélinni, þá er stroffið, hællin og táin allt eftir á í sett. Og
svo er bara greinilega hentar það mig mjög vel að vera í þessu chill prjóni svona, eða svona það. Einhverju sem ég þekki vel. Og þá græði ég aðra sokka hérna helgina. Og þetta er jólaliturinn hennar Kristínar í Vatnsnes síðan á síðustu jólum. Jólahjól, minnum að það heiti. Og ég skellti bara grænum stróf, hæl og tá í það. Og hér er hinn. Ég á eftir að leggja á báða í bleyti. Það er sérst hérna, náttúrulega þegar þetta er að koma af sokkaprjónavélinni þá er snúningur á, bara að því við erum að prjóna í sívalning, við erum að prjóna svo hring, að þá sést kannski betur hérna, hér sjáu þið í rauninni miðjuna og svo fer hún alltaf smám saman hérna út og svo fer þetta líka svolítið eftir því hvernig ég næði að setja þetta upp á prjónana. Þannig að ég áttur að skóla úr þeim báðum og en svo er málið. Mér langar ekkert að nota þess, mér langar ekki að fara í sokkana fyrir ég er allavega búin með 24, þannig að næstu jól. Ég ætlaði líka að föndra mér kassa til þess að geyma það í. Ég kom með kassan, við með bara skókassa og ætla svo bara að setja eitthvað sætan góðan jólapappír utan á. Þannig að þá eru komin aðeins fleiri pör, það er komið 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 sem eru tilbúin. Þannig að þetta er allt koma. Búið með þriðjung og rúmlega það. Smá kaffi áður en ég held að það. Svo er eitt hjúts klár sem er búið að vera verk í vinnslu í 2 ár. Og það er From Grandma with Love. Loksins, búið. Og þetta skot gekk þegar ég bara settist á raskatið og fókusaði á þetta. Það er búið að þvoða á allt. Ég reyndar heklaði kanta það eftir á þannig að hann er ekki tveginn, það er alltaf. Þetta er sem sagt. Sjáu alla litina ef ég ger þetta svona. En það eru sérst 1, 2, 3, 4, 5 litir. Sérst 5 yfir og 6 niður. Og þetta er bara hjúts. Ég átti ekki von á að þetta er svona stórt. En bara betra. Og ég bara gerði eins og uppskriftin lagði til með að hekla saman kassana og svo heklaði ég bara svona smá utan á. Ekkert kannski nenni ég að leggja þetta á gólfið og tósa skelljarnar aðeins hérna út. Og ég er að nota afganginn á svona 15-20 gram eftir að hverjum lit og það dugði ekki í heila svona í viðbót. Þannig að ég bara er að hekla litlar næði svona 23 dúllum úr því. Ég ætla bara að gera kotta eða dúkkuleikteppi eða eitthvað úr afgangunum. Eina er að þessi hérna, hann smitaði á meðan að ég var að prjóna kantinn á. Ekki þegar ég fór að skólda heldur bara á meðan ég var að prjóna ná. Sannlega verið svona heitur og sveittur lóin. Skurðir eru fíni. Þetta smá kemur. En hann smitaði samt ekkert meira sko þegar hann fór svo í bleyti. Setti reyndar gildrur með því, litagildrur. En ég er ekkert smá ánað og við vorum að horfa á Tröst þegar ég var að hekla þetta saman og ganga frá endum. Tröst er þess að þættir á premium hjá Símanum og erum gett í fjölskylduna og mannram, eða þess að barnabarni Pauls Gettys, ríkasta manns í Evrópu á þeim tíma, var rænt og það var vesen með hérna lausnagjaldi, afinn var svo mikill grútur. Þannig á meðan ég var að horfa það þá gekk ég frá alveg skrilljón endum. Og það er bara full klárað og ég gæti ekki verið hamingjusamari með það sko. Það var svo þungu fargi með létt þegar ég var búin með það. Þannig að nú fer það bara í notkun því ég var hent hérna beint inn í herbergið þegar það var tilbúin. Svo við erum ekki orðið alveg
hnoðað og þvælt að ég get sýnt ykkur það. Nú fer þetta bara í notkun. Tími sko alls ekki að gefa neinu það. It's mine. Svona neðrensli eftir skutli. Svo var ég að leita að ykkur í aðra hverju peysun vantaði eitthvað meira gagn og rakst þá á, ég átti einu svona rauða. Ég hugsa hendi í kannski jólasveinahúfu á Valdísi litlu, af því systkin hennar eiga bæði húfur eftir mig. Og svo fann ég hérna Lilli Lerke dokkurnar afgangarnar sem ég gerði heimferðarsett fyrir hana og það vantar minni húfu þarna Lilli eða þarna Lilli Björne húan sem að frá Knitting for, já bánsahúfa frá Knitting for Olive. Spáði að gera hérna 3 mánaða fyrir hana. Sannlega fer ekkert út aftur fyrir nú verður 3 mánaða, heyrðist mér. Og síðan var ég að horfa á hana þáttinn hjá Kristínu Vatnsnes þar sem hún var að veslast með þetta gagn og notaði annað gagn með og ég bara, þeir eru sko þetta, því ég pínu svona, allstaðar er þessi maskar. Ég var pínu svona ekki alveg, ég veit ekki, jú, þetta gekk flott en ég er ekki alveg að fíla þetta lúkinn en ekki að fara á fínni prjóna. Þannig að mér datt í hug að halda með 2 þráðum af þessum og þetta er Cashmere Lux litur 17, þessi brúntúna og 54 þessi karrígul, dimm, sprengdi eitthvað muskaði svona og þetta er örþunnt, það er sérst hérna 1000 metrar í 50 grömmunum. Þannig ég var að hugsa að halda 2 þráðum saman 95% gílong first cut lamaull og 5% kasmír. Halda á sikkurum þráðunum saman með einum þráðu af svona búblí og sjá hvað gerist. Kannski byrjaði ég bara á að gera húfu eða eitthvað til þess að sjá hvort ég fíla áður en ég fyrir að reykja þetta upp. Svo getur vel verið að ég haldi bara til streitu að gera þetta eins og það er, en mér langaði allavega að prófa. Mér fannst svo sniðug hugmynd hjá henni að vera með sem sagt hérna annan þráð með. Og þetta er peysan, ég bara aðlega styðjast við tölurnar sko. The Everyday Sweater eftir Selina Dæring. Og þetta er prjónað á 4,5 mm. Ég er með þetta á því. Og er bara rétt ennþá hérna í hálsmálinu sko. Hún er náttúrulega voðalega svona létt og þægileg innipeysa. Það er ekki það. En ég ætla að tekka á henni fyrst. Svo kannski var ég bara ekkert spennt að prjóna í hana því að hún tók eitthvað lengri tíma og ég þarf svona aðeins að horfa á hana því það er svona svo þetta líti vel út sko búblurnar í þessu og þarf maður aðeins að vera með augun opin yfir þessu. Síðan ætla ég að fara að byrja að ég var aðra spæði að fara að rekja þessu upp. Svo bara nei. Það vantar einu svona bara alveg plain hversdags hvað heitir hún ekki þessu peysa? Hún hlýtur að vera já, alhó þessi hérna. Þarna er hún með örfínum svona light fingering og mohair saman en ég er bara með fingering og er bara ekkert búin að gera. Og ég er með þess 4 liti sem að ég ætla svona blanda saman. Frá Matos sem ég lét systur mína ekkert drasla heim með sér svona kitti frá Ameríku.
Og ég nefnilega er bara með fyrir bústað. Þá hugsa ég taka eitthvað svona, ég ætla að vera aðeins, þú veist, búin að taka í prjónana, taka svo með mér eitthvað svona sem að bara, ég nenni ekki að gera en langar að eiga. þá bara verð ég að vinna í því. Eða vera ekstra mikið í heita pottunum og ég nenni ekki að vinna í því. Svo er ég með tvær peysur aðrar inn í stofu sem ég er búin að, nei, það er bara ein önnur inn í stofu sem ég er búin að fitja upp á, hún er svört. Og ég ætlaði að vera duglega að prjóna á henni í sumar, en það fór eins og það fór. Og ég er ekkert búin að reyna við hennar núna eftir að var svona dimmt, þannig að ég ætti að svona pæli því. Og svo er önnur sumarpeysa sem ég er ekki byrjuð á, sem er úr grófu bómullar garni frá Drops. Bell held ég að heiti garni. Og svo er ég með hérna alpakka bröstsilk frá Drops og einfaldan plötulópa og ég ætla að gera eitthvað peysu úr því og ég man ekki hvaða peysu. Og svo er ég með eina sem ég ætla að gera úr mohair og lace. Svo er ég að hekla, nýbyrja að hekla dúlluteppi eða að hekla svo í kotta úr ákvæmum frá Grandma with Love. Og svo þarna niður einhvers staðar er teppið sem að ég var að gera fyrir mömmu. Þannig að það er bara komið undir 10 hjá stelpunni. Og svo náttúrulega snákarnir allir. Það eru undir 10 pókar á ferðinni. Það er bara ans gott í stelpunni. Þannig að það verður ögn léttara á nálum og prjónum áramótin ef ég held svona áfram. Nú, og eins og ég sagði áðan, þá keypti ég mér ekki aðventudagatal, en ég er bara búin að vera samt og góð mig í staðinn. Ég var að erindast inn í bókabúð eins og maður gerir svo oft á þessum árstíma. Og þetta ruslaðist með mér heim, Tinna. Ég var bara ekki búin að spá í það eða skoða það eða neitt. Þarna gæti nú verið eitthvað svona, eitthvað sem ég geti nota bröst alpakkað og plötulópan í. Og ég veit alveg, sko, ég var að vera með maska þegar ég fer í plötulópan. Af því að langar að gera mér eitthvað svona. Þetta er bara svona garðabrjót, stór og síð. Bara þessi mjög mikill kandídat. Það nota þetta. Prjóna á 6. Bara fram og tilbaka, garðabrjót. Þannig að þessi kemur vel til greina. En já, eins og segi, ég veit alveg ég áttur að fá útbrota plötulópana og meðan hann er óþeginn og það er náttúrulega, þannig og garðgerður og það er ekki þetta þvó hann áður. Þannig að ég ætla bara að láta mig hafa. Síðan fekk ég með þessa panta hana hjá Sveinu á sveina.is að mér langaði svo líka að fá mér Holst garnið hjá henni, Supersoft. Þannig ég á þessa fullt af fallegum. Ég veist að þeir eru vel flestar búin að blaða í þessari. Bara, já, það væri rosa gaman að taka svona einhverja rassíu í henni. Það er nú bara gaman að skora á sig og sagði þetta ekki líka með 52 weeks of socks frá Lane Magazine. Ætlaði ég ekki að gera þá alla. Það var skemmtileg tilhugsun en já, það var ekkert róast neitt bókarblætið. Og síðan, já, fekk ég mér 5 liti af Holst, sem er tilvalið mitt að nota meðal annars í þessar vettlinga, einfalt eða tvöfalt.
Ég ætla bara að skoða það. Því ég keypti með 5 liti og 1 af hverju og það eru 50 gram í hespunni og 287 metrar, þannig að þetta er mjög svona fínt. Very fine fingering. Og þetta er bara 100% ull. Efsti liturinn heitir Robin's Egg og næsti er Red Clover og svo bara Bleached White í miðunni. Slate Grey og Heath, þessi neðsti. Rosalega fallegur. Og ég man á hann hérna Amy Stranded. Hún gerði The Weekender eftir Andrew Maury úr Holst og var þá með 2 þræði saman. Hún var með þennan og svo annan gráan á móti, aðeins ljósari. Þannig að það var rosalega flott marlið, svona blöndunin sem kom út því. Það var mjög hrifin af því. Og ég hef gert úr þessari peysu, ég bara á þær ekkert lengur. Nú svo var Sveina svo mikið dúlla að hún sendi mér hérna þessi nýr grunnur sem hún er með úr hérna sínu eigin, þetta sem hún er sjálf að handlita. Og þetta er rjómi, ég held nú að það sé bara hreinn litur, ólitaður. Og það eru 400 metrar í 100 grammanum. Þetta er 50% baby alpakka, 25% linen og 25% silki. Mögulega þarf ég bara hreinlega að splæsa mér í 1 til 2 svona í viðbót í eitthvað sjal. Ég hugsa að dreipið í þessu sé alveg sturlað út af linninu og silkinu. Það verður svona alveg. Það verður mjög mikil svona þyngd og hreyfing í þessu. Þetta er non-superwash. Þannig ég hugsa 2 til í eitthvað svona þríhind sjal með svona eitthvað svona áferðarmunstri. Þess að maður getur líka séð hvernig manni sjást vel í því einmitt ef maður er að gera kaðla eða eitthvað svoleiðis af því að það er svo mikil gljá í þessu og þetta svona stendur svo þétt saman þráðurinn. Þannig að þetta var aðvendu klæðningur. Æðislegur. Getur náttúrulega bara mögulega að nota þetta líka með þessum. Já. Þetta er svona verkur í vinnslu þá að gera úr þessu. Nú síðan tók ég þátt í áskriftarklúbbnum, tók 1. mánuðinn og reyndar, ég er búin að skrá mig í janúar líka. Áskriftarklúbbinn í Garðbúð Eddu. Hún og nokkrar fleiri eru í félagi sem heitir Klúbbur hérna fljótfærnu eitthvað, ég man ekki, hún segir svo skemmtilega frá þessum Kristín í Vatnsnes. Ég get þetta alveg sóma mig mjög vel í þessum klúbbi, ég er mjög bara svona rusla mér í hlutina á þess að hugsa mikið þá. En hún, þetta byrjaði á þessu og með henni í fyrsta pakkanum er hérna Kristín, margnefnd frá Vatnsnes. Og ef þið eru ekki búin að fá þetta eða ekki búin að opna þetta og langar ekkert að vita hvað er í þessu, þá verður þið bara að loka augunum eða halda fyrir niður eyrun eða slökkva eða eitthvað. Kannski ég byrja á að sýna ykkur hitt tvennt fyrst sem að tilheyrir þessu ekki. Og þá getið þið svo bara slökkt á mér þegar það er búið, svo bara eitthvað svona smá blæður í restina, ekkert merkilegt. Jólaliturinn frá West Yorkshire Spinners, hann meira svona finnst mér áramóta einhvern veginn. En hann fær að vera í jólagleðinni, fer fljótlega í sokkaprjónavélina þegar ég er búin að sanka að mér öllu nýju sokkagarninu. Það er eitthvað pakki á leiðinni frá Dr. Dagworks með einhverjum jólaliti, mögulega. Þessi heitir Silent Night. Hljóðanótt. Rosalega fallegur. Hann er eins og íslenskur næturhiminn á
svona hávetur með öllum stjörnunum sínum. Og svo er tilraun í eldhúsið, númer 8, sturlað, YOLO, frá Today I Feel. Ég er einu af þessum sem að enda bara í því að vera svona horder með þetta garn. Ég er alltaf að klappa öllum hespunum mínum, en bara langar bara ekki rass að nota þér. Mér finnst svo gaman að vera bara að safna þessu. Svo einhvern tímann fæ ég kannski löngun í að nota þetta. Rosa YOLO og flottur. Þannig að hann fer bráðum til félaga sinna þannig þegar þessi þáttur búinn. Þannig að þetta tvennt kom með hérna áskriftarklúbnum, eða hún sameinaði það fyrir mig. Nú ætla ég að sýna ykkur áskriftarklúbinn. Fyrst kom hérna, ég er búin að spara þetta, geðdugleg. Hestli hnetur með Irish Coffee súkkulaði. Og hérna utan á sjáið þið jólapeysu og litlar hespur. Og það er uppskrift af litlu jólapeysunni. Þá notar maður þessa hespu í það. Þetta er sérst uppáhalds gotta hennar Eddu sem er úr matabúðinni Nándin sem er í Austurgötu í Hafnarfirði. Svo Pínupóns jólagarn. Ég svo sem veit ekkert frá hverjum það er, en það er sérst uppskrift af sérst hérna þessari jólapeysu. Ef mann langar að gera það, annars bara ræðum að því náttúrulega. Svo er uppskrift inn á, þá er maður sérst með kóða fyrir inn á Ravelry og sækir uppskrift af sokkum. Eftir hann Eddu. Og það kom prjónamerki. Þessu alveg klikka ekki. Bara mjög svona einföld og svínvirka. Og eitt svona upphafsmerki fyrir upphafi umferðarinnar með svona steini í. Framvindumerki frá Hex. Og hérna er annað framvindu, nú bara man ég ekkert hvort það kom frá Eddu eða hvort það kom frá Sveinu. En ógeðslega sætt, enga síður. Og síðan kemur þetta er sérst gadd frá Vatnsnes og grunnurinn í litnum er gullimynd sem er sturlaður og einn af mínum uppáhalds hjá henni. Og hún er svona aðeins búin að setja pínu tvist í hann. Það er pínu spekl og svona pínu svona dekkri sprengjur af brúnum og rústrauðum og svona smá speklaður. Og svo svona eitt gúrmei með. Þetta er örugglega einn af nýju brúnu litarmenn. Er þetta ekki hundurinn hennar Eddu? Okkur finnst með það. Og sem sagt, það er til sokkauppskrift, fylgir sokkauppskrift með þessu. En auðvitað náttúrulega ræðum að hvað maður gerir. Og hann er bara fyrir þig, þetta sett. 75% merino, 25% nælon. Geggjað. Ég er ógeðslega ánægð með þetta. Mæli með þessum klúbbi alveg. Og svo rosa gaman og spennandi að fara út og pósta svona við þennan pakka. Og núna er ég bara ennþá spenntari fyrir næsta. Þannig að hérna, já, ég er bara ógeðslega ánægð með mig. Mér finnst ég svona vera farin að líkjast aftur sjálfur mér í prjónagleðinni. Enda einhvern veginn, það er ekki eins og sé eitthvað mikið að vera ekkert núna. Þó að ég sé alveg allt full swing þannig eins langt og það nær fyrir jólin. Maður náttúrulega bara ekki að fara á neina viðburði eða tónleika eða neitt svoleiðis. Maður bara situr inn í
stofu og fer á tónleika þar. Við förum bara á jólahlaðborð í vinna hjá manninu mínum hérna heima. Þá bara sent jólahlaðborð heim og örugglega eitthvað sprella á netinu og svona, það verður bara mjög gaman. Og þannig að afköstin eru eftir því. Þannig að það bara verður spennandi að sjá hvað gerist næst. Og svo þessi rosalega löngun hjá mér að reyna að klára sem mest fyrir áramót. Ég held að hafa bara líka eitthvað með þetta ár að gera. Þetta er náttúrulega búið að vera eitt besta og eitt versta ár sem að ég hef upplifað, eins og ég hef margoft komið inn á. Þannig að þá er bara geggjað að vera búin með þessi, að reyna að klára þessi verk sem ég var búin að plana, þú veist, áður ég flutt hingað. Að reyna að reyna að klára það. Að allavega vera komin svolítið svona vel í gang með þetta allt saman. Þetta sem ég á eftir að, hvað er þetta? Já, ein peysa sem ég á eftir að fitja upp á. Nei, 2. Og annað er í gangi, þannig að nú fer ég á eftir að kíkja á það að ég er búin að ganga frá hérna inni, þá fer ég svona aðeins að skoða hinn. Nú, við ætlum að skella okkur í smá jólafrí rétt fyrir jól og fara í bústað. Maðurinn minn nefnilega skipti vinnu í sumar, eða núna í haust, og hann getur ekki haldið áfram að vera í stéttarfélaginu sem hann var í, af því þau þjóðskráður ekki með stofnanasamning þar, þannig að hann var að fara í annað stéttarfélag og þannig að við erum að missa öll fríðindi frá rafiðnaðarsambandinu. Þannig að við ætlum að drífa okkur í bústað og taka smá break frá, þú veist, það eru all dagar eins þegar hann er að vinna svona heima, þannig að það verður gott að komast aðeins í burtu þó að verður bara áfram mig og hann. En í gær fórum við heimsóttum okkar yndislega fallegu tvíbura, Indíönu Mist og Rafney Mist, og fengum að halda á þeim í fyrsta sinn. Og það var svo erfitt að sleppa þeim og láta þær fara. Þær eru svo litlar ennþá, þær eru 2 mánaða, en samt voru þær alveg fullburða á allt það, en þær eru bara, foreldrarnir eru mjög nettir, þannig að þær bara eru nettar líka. Og ennþá svona algjörir kuðungar, sko. Þannig að það gerir svo mikið fyrir ömmu hjartað að fá loksins að knúsa þær. Þó maður er með maska og fann enga lykt, en þú veist, það er svo sterkt í manni að ég fann alveg lyktina samt. Bara, þú veist, minningin. Og bara fá að halda á þeim og strjúka hárinu þeirra og kleppa aumamallanum og svona. Önnur þeirra, hún Rafney, er rosalega viðkvæm í maganum og það er svona að vera að díla við það. En þær eru bara báðar alveg yndislegar og foreldrarnir standa sér alveg ótrúlega vel og mamman er með þær báðar nánast eingöngu á brjósti. Þær fá bara pela bara örsjaldan og bara pínulítið í einu, bara svona smá uppbót, mestalagi einu svona dag. Svona þegar fyrir að líða að nóttu þá fær sérstaklega önnur þeirra aðeins í pela. En þetta var bara geggjað. Svo nú er bara eftir að fá að knúsa yngstu Meyjuna hana Valdísi, en það styttist örugglega í það líka. Við þurfum að fara að kynnast þegar ég á að fara að passa hana. Þannig að það var svoleiðis gjörsamlega, það var svo gott, bara best. Þetta er rík dæmi, sko, að eiga fullt af fallegum og heilbrigðum litlum krílum og börnin okkar að sjálfsögðu líka. En þannig að það er svona, já, það er náttúrulega rosa skrítið að vera að hugsa jólin án mömmu, en við ætlum bara að reyna að halda uppteknum hætti og bara eiga róleg og góð jól, og pabbi minn, honum verið að halda uppteknum með hinum systkinum mínum jólin og við ætlum að taka hann á gamlárs eða nýjársdag, bara eftir hvað hendar okkur öllum þremur að gera. Við erum yfirleitt bara mjög ljöt jólin við helgi, við bara eldum mikið af góðum mat og erum bara voða mikið á náttúrunum, og tala ekki eftir að við hættum í kórnum að þá bara valla, já, maður kannski neyðir sig í föt til þess að fara út aðeins að viðra sig, til þess að láta sjatna í manu svo maður getur farið í næstu steik. En það verður bara áfram með sama hætti. Við
komast í gegnum þetta allt saman. Og þó þetta verði svona skrítið og tómlegt og einmannlegt og rosalega skrítið að heyri ekki daglega í mömmu, en maður bara svona fullu að rifja upp alls konar og ég svo bara svo lánsum að ég bara á bara góða minningar af henni. Ég meina á milli okkar tveggja sko, auðvitað náttúrulega þú veist, misti hún heilsuna allt og snemma og allt það, en bara okkar samskipti voru alltaf mjög ljúf og góð, og það það sem að kemur manni áfram, sérstaklega maður að hugsa til hennar. Það bara allt svona hlýtt og gott, og við erum alltaf að upplifa það aftur og aftur hvað hún snerti við ótrúlega mörgum, og það svolítið magnað fyrir okkur, því að í okkar augum var þetta bara mamma, og já, gaman að sjá hvað hún hreyfði við mörgum. En já, annars höfum við það bara alveg ljómandi fínt. Hér búið að baka 17 sortir og allt það, eða þannig. Ég baka alltaf svona brúnar, eða síðan að tengdamamma, hún lést á aðfangadag fyrir 5 árum, þar sérst var að koma 5 ár síðan. Og uppáld smákökur mannsins míns eru brúnar lengjur með svona hvítu smjörkremi á milli. Og allt í einu var engin mamma sem gat gert það, þannig að ég bara girti mig í brók, fann uppskrift. Ég notaði ekki uppskriftina frá tengdamömmu, af því mér langaði svo að prófa þetta fyrst sjálfa áður en ég færi að sjá svona hver viðbrögðin yrðu og hvort ég gæti þetta. Fékk lána hjá vinkonum minni framan á hrærivelina, svona hakkara, og skellti mér í að búa til lengjur. Og þær tókust rosalega vel og maðurinn minn var alveg alsæll, og þannig að við ákvaðum að fara með box til tengdamömmu sem að þá var orðin sárlasin og átti orðið erfitt með að nærast. En hún var svo hrifin af lengjunum hjá mér að hún sat að þeim ein, af því þetta var eina sem hún hafði lyst á að borða síðustu vikurnar fyrir andláti. Og ég gat ekki fengið meira hrós en að tengdamamma sagði að þær væri betri en þær hefðu verið hjá henni. Og maður fær ekki meira hrós frá tengdamömmu sinni en það ef að maður getur gert eitthvað matakins betra en hún. Og svo núna erum við náttúrulega, þegar þessast tengdapabbi flutti svo að lokum úr íbúðinni og það var að dreifa öll dótinu, og þá endar uppskriftabókin hennar fyrir einhverju hlutasakir hjá okkur. Og ég var að leita minni uppskriftabókun daginn og við fundum rákumstafa á þessa. Þetta er nýja... Nei, þetta var svona fundum sérst 2 frá henni. Einn var nýja matreiðslubókin síðan 1700 og súrkál, eitthvað sem hún var með í, fékk eftir að hún var í húsmæðraskólanum, og svo önnur svona handskrifuð. Og þar meðal var uppskriftin á brúnu lengjunum, og hún pínlítið öðruvísi frá brauðin þessari sem ég fann. Og það kannski útskýrir af hverju henni fannst mín betri. En já, þannig ég búin að gera þá uppskrift núna. Ég búin að gera bessastaðarkökur sem að ég gerði alltaf með mömmu og gera alltaf svona af og til sjálf. Ég eina sem borða það, þannig ég ekkert alltaf, ég get ekki fyrir hverju jól. Svo ég búin að gera engiferkökur og datt í huga að prófa að dýfa svona smá enda af þeim með hvítt súkkulaði til þess að fá svona annan vinkil á engiferkökunum, og það var alveg geggjað gott. Og af því að hvítt súkkulaði svo rosalega væmið, þá borðar maður heldur ekki eins mikið af smákökunum ef það pínu súkkulaði á svona hvítt. Og síðan ég búin að vera að gera sörur, en ekki þessa hefðbundnu. Ég búin að vera að gera svona turkish pepper sörur. Ég búin að gera 2 sinnum 2-faldar. Og við Helgi við bara slátruðum fyrstu bara á örfáum dögum. Þetta var bara eins og fíkniefni, við bara lágum í þessu. Og svo vildu stóru stelpunar okkar líka fá. Og við vorum bara búin að éta allt. Þannig að ég gerði það núna helgina og fór svo og færði þeim alveg drjúgan slatta af öðrum 2-földum skammti, en nú hemji við Helgi okkur og svo hendi ég nokkra lakkrístoppa af því að ég bara átti eggja hvítur. Þannig að ég skellti í
það. Og þar með ég bara hætt að baka fyrir jólin, bara búin. Ég ætti að gera jólaísinn, gera hann bara þegar við erum búin fyrir bústaðinn. Og já, ég er búin að skreyta allt og ég ætti að kaupa tvennagjafir, þrennar. Ég er búin að kaupa alla gjafir á netinu, hérna á Íslandi, geðveikt næs. Þannig já, bara mjög notalega aðvenda. Þetta náttúrulega þetta COVID að trufla að maður getur ekki verið með hverju sem og þetta eyðileggur svolítið aðfangadag fyrir okkur af því við höfum alltaf stórfjölskyldan hist við leiðið hjá ömmu og afa og fara svo í kaffi hjá einum bróðurinn og mömmu á eftir. Og annar systir mín elsta átti að taka við kaffiboðinu og byrja þessi jól en það náttúrulega verður bara við nánasta fjölskyldan og fyrir náttúrulega leiðinu hjá ömmu og afa og hjá mömmu og Ragnari frænda og öllum hinnum og fyrir svo í kaffi og eyðum smá tíma saman. Þá með jólin koma. Og svo ég búin að vera mér út það að komast í skötu hjá systur minni líka því að annars getum við bara sleppt þessum jólum ef ég fæ ekki skötu. Skata og komast í kirkjugarðinn og vera með allavega nánustu búblunni minni, fólkinu sem inn í minni búblu nú þegar og búin að vera í allan vetur. Ég vil hafa þau aðeins nálægt mér áður en jólin ganga formulega í garð. En ég er nú aldrei svona blaðra í ykkur hérna. Þetta svona, maður er svo félagslega einangraður út af þessu COVID og maður fær bara munnræpu þegar maður byrjar. En ég stefni þá bara að því að sjá ykkur að 2 vikum liðinum og vonandi heldur áfram að ganga svona af prjónunum hjá mér. En þangað til þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og njótið aðventunnar. Ef þetta COVID hefur kennt okkur eitthvað þá er það bara að slaka okkur. Þetta kemur allt saman. Takk fyrir og bless bless.